Sæll vertu og blessaður. Velkomin. Ertu til að byrja bara að segja mig frá því hvar þú býrð og hvað þú ert búin að vera að fást við svona undanfarið í ár og undanfarin ár, bara svona svo að við áttum okkur á. Heitt gert. Ég heiti Gunnar Ólafsson, ég bý í Bolungarvík á norðanverðum Vestfjörðum. Undanfarin ár hef ég verið að dunda við að rannsaka, skoða og reyna að bæta samfélögin á norðanverðum Vestfjörðum og sunnanverðum Vestfjörðum. Eins og þá starfa ég sem strandveiðimaður. Þannig að, já, það ég. Ég er faðir 3 barna, þar á 2 sem búa með mér í Bolungarvík á samt barnsmóður minni þar. Ég á hund, kött og fugl. Glæslegt. Hvernig er þín saga? Svona þú þykist veit að þú hefur alist upp og kannski fæðst á Patreksfirði. Og hvað ertu lengi þar og hvenær flytturðu þaðan? Sko, ég fæðist til ungra foreldra á Patreksfirði 1. apríl 1983, skömmu eftir að aurflóðin falla og taka nokkuð líf og einhvað húsum. Við byggum þar í húsi heitir Hlíðskjálf til 1989 þegar að foreldrar minni vilja þá fara úr þorpinu og það var á svipum tíma og mjög margir gera það eftir að kvótasetning var og ekki voru allir með fullan skilning á kvótakerfinu endilega og margir fóru illa út úr því meðan aðrir högnuðust gríðarlega. Fjölskylda mín flutti til Þorlákshafnar sem var gríðarlegt frávik frá æsku á Patreksfirði. Hvernig það? Hvað var mesti munurinn? Stóri munurinn er umhverfið og á Patreksfirði í Patreksfirði æsku minnar blés aldrei vindur og ávallt gen sól. En þú ert að 7-8 ára þegar þú ferð? Já, 6 ára. 6 ára? Fyrir grunnskóla. En fannst þér þetta samt, ertu með þetta sterkt að minningin á? Mikil að mótfærlinu þessu. Pabbi á komið með vinnu og hann kemur vestur og sækir okkur á búslóð og við keyrum öll saman í flutningabíl og sem að var, út af fyrir sig gaman og svona svolítið svona að fara í víking að manni fannst sem barni og að koma úr kyrrum og friðsælum fjörðum og yfir þá svörtu auðn sem Þorlákshöfn var á þessu tíma var bara áhugavert jafnvel sem barn og ég man ennþá eftir því hvað mér fannst allt ljótt gríðarlega ljótt og svo var ólíkt þar. Meinar það umhverfið? Umhverfið. Náttúran? Já. Náttúran og húsin og ég hafði enga skoðun á fólkinu en það hefur líklegast ekki verið ljótt en það veit ég það sem að það er gott samfélag og gott fólk. En það var ýmislegt sem að sló mann, að koma úr einhverjum fögrum fjallasal og yfir í svartan sand, hraun og stöku melgresisstrá var bara agalegt. Ég eyddi æskunni svo eða grunnskólanum hálfum náði ég í Þorlákshöfn og svo flýtti ég á samt móður minni í Kópavog. Það sem að... Hvenær er það? 1993. Og þá ertu orðin 10-11 ára? Já, 11-12 ára flytja, en það hefur verið 94-5 sem við flytjum. Þannig að þú býrð í rauninni bara í 6 fyrstu árun á Patreksfirði, en finnst þér að vera þaðan, samt sem áður? Já, raunverulega. Öll sumurinn með byggum í Þorlákshöfn var ég sendur strax úr skólalauk vestur Patreksfjarðar. Okay. Og var þar með, bjó hjá ömmu, bjó undir í svona stigakompu eins og Harry Potter og átti mína vini og svona mína mótun mesta þar. Ég þarf að passa á sem að þetta heyrir svo í mikrofóninum alltaf. Þannig að þú heldur tengslum við þetta með því að vera sendur til ömmuðinnar. Já, sannarlega. Og eru foreldrar þínir eiga þeir djúpar rætur á Patreksfirði? Pabbi, já. Pabbi er 10. kynslóðar Patreksfirðingur og við sem gerir með 11. kynslóðar sjómanni og úr víkunum Kolsvík, Breiðuvík og Látravík. Já, ég er áfram sendið þangað í Þorlákshöfn og svo fyrir við í Kópó og ég fyrir upp úr því bara okkar flakk sjálfur. Fælist víða, bæði í borgum og smásamfélögum og enda svo aftur á Vestfjörðum 2018. Þeir flytta aftur tilbaka frá Noregi. Þú ert búin að vera í Noregi, þú ert búin að vera í Reykjavík, þú ert búin að vera í Kanada og á fleiri stöðum.
Já, ég fór í lýðskóla í Danmörku 17 ára, það var dásamlegt, þá ætlaði ég að bjarga heiminum þó sérlega Angóla og mér gekk ekki vel þar en þau spjöruðu sig án mín að einhverju leyti, virðist vera, hef ég heyrt. En svo bjó ég einnig í Svíþjóð í einhver ár og þvældist bara slatta. Þegar þú ferð 2018 þá ert þú komin með konu og áttur þá börn. Seinni börnin? Já. Seinna hollið, stelpunar 2 fæðast í Noregi 2015 og 17. Barsmóður mín sú, hún Bryngerður Súla, hún frá Ísafirði. Veljum við þess vegna að flytja vestur. Ef að þú hefðir verið einn, hefðir kannski frekar farið á Patreksfjörð? Ég hefði líklegast ekki farið til Vestfjarða. Ég hefði líklegast verið áfram erlendis. Þannig að sagan ekki þannig að þessi 6 ára á Patreksfjörði hefði kallað á þig og þú hefði þess vegna farið. Og þarf ekki að vera þannig. Ég held 6 ár mín á Patreksfirði voru öll ár æskuminnar. Þannig að ég á engungu lognstillar og sólríkar minningar frá Patreksfirði. Þó að á seinni árum hef ég gert mér þetta ljóst að það hafi ekki alltaf verið logn. Það innlögn með hverjum fallaskiptum sem að skemmir þá tálsýn en þetta hafði nægilega sterk áhrif á mig til þess að þegar við veljum að flytja heim að þá erum við sammála að fara vestur og Patreksfjörður kom illa til greina þar sem að ég á fjölskyldu þar en við áttum meira af okkar fólki á Norðurfjörðunum. Að samskapi það fjölmennara svæði að þarna gátum við gengið inn í Ísafjörð Bólungavík sem þá 4.000 til 5.000 manns og það bara meiri líkur á góðu starfi og einhverju sem að ég gæti haft gaman af og það kannski réði för. Vestfirðir, rétt eins og fólk sem ekki það myndi segja, þeir allir frekar líkir þó að það sé einhver blæbrigðamunur milli þorpa. Það alveg jafn gott að vera í Bólungavík og Patreksfirði og einnig sem barn og þess vegna vel ég að ala upp börnin mínar að því ég veit hversu gott það að vera barn á þessum stöðum. Þannig að þegar þið eigið lítil 2 börn og í Noregi og ákveða að flytja til Vestfjarða að þá ert þú að hugsa auðvitað að sumrin og veðrið á Patreksfirði og þessa nostalgíu þar en líka vera praktískur. Hvar ykkar skildmenni og hvar séns á að fá kannski meira fjölbreyttari tækifæri vinnilega séð en líka krakkana og láta þau alast upp að Ég þekki, eins og eftir sagt, maður þekki sitt heima fólk og ég veit hvernig kjarni Vestfirðinga ég veit hvernig samfélögin virka og ég kunni betur að meta það til lengra sem ég fór frá þeim. Þannig að meira segja í stórborgum var maður að bera kennsla á svona þessa samkennd og samvirkni sem einkennir þessi þorp og einkennir bara samfélög svo sem og þannig að það var rosalega gott að vita svona að hverju maður gekk þarna á þessum stöðum og hvað börnin mín munur fara leiðandi alast upp með og jafnvel þó margt hafi breyst frá minni æsku enda komið nokkur ár síðan að þá þetta ennþá að mörgu leyti svona sami mekanismi sem drífur það áfram. Og fyrir einhvern sem úr borg eða þekkir þetta ekki, hvernig getur útskýrt fyrir svoleiðis einstaklingi? Ég held ef ég ætti að nota tísku orð eða kannski auðskilja líku að þá séu samfélögin kannski svona á fallegan máta meðvirk og þau þrífast á meðvirkni einnig hægt að kalla það samkennd. Ég veit hvað þú kannt, þú veist hvað ég kann og við erum kannski líklegri til að nýta okkur það og óhræddari við að nýta okkur það því að við vitum að í daginn þurfum við á móti að biðja aðstoð. Maður veitir og tekur að sama máti. Þetta veganesti sem að þú vildi gefa börnunum þínum? Já. Og af hverju þetta mikilvægt veganesti? Hvað ég búin að taka 2 viðtöl núna í þessum þætti, ef svo má kalla það og ég hjó eftir því að Mónika sem að ég tók viðtalið við sem var frá Þingeyri var svona nýfarin hún var miklu lengur á Þingeyri en þú varst á Patreksfirði. Já. Hún setti í LinkedIn lýsinguna sína að hún væri frá Þingeyri
það hefði kent henni siglu og úrræðarsemi og eitthvað svona og það getur vel verið að svo sé, en mér fannst það bara svona áhugavert að setja þetta svona sem sitt svona eitt af sínu já, og svo ræddi ég við Sigmund þú veist, það náttúrulega flest ungt fólk sem að elst upp á Þingeyri það fer og kemur ekki aftur en það tekur með sér einhvern svona attitude og anda og nálgun á lífið og Sigmundur hafði að meina að það væri mikið af Þingeyringum sem væri svona potturinn og pannan í alls konar félagsstarfi og svona og vildi svolítið kannski hypna því það Er þetta partur af þessu sem að þú vildir að þín börn ælust upp þess? Fimmælust, já. Ég held það að vera trist í hlutverk eða fá hlutverk með þessum hætti sem þú færð í smásamfélaginu. Þú verður eins og þú þekki sjálfur að vegi á einskilni. Maður fær fjölmarga hatta og maður þarf að uppfylla í fjölmarga glufur og það að mann sé trist fyrir því eflir sjálfsmyndina, hann maður þorir og veit. Maður getur sigrast á verkefnum og maður lærir það mjög snemma og það fannst mér mikilvægt að börnin mín elst upp með. Því að það hefur dugað mér ágætlega oftast og heldur vonandi áfram að þjóna og vonandi þjónar að þeim. En svo getur líka verið það maður sé að veðja á þetta er það sem að hefur virkað í samfélögum áður. Ég þori þó ekki að fullir það þó ég vonið sterkt eftir því að þetta virki í samfélögum þeim sem koma. Ef við hugsum þetta með ungt fólk og við erum að vinna svolítið með það að tala við fólk sem að flytur frá smáum stöðum og fólk sem að kemur aftur, fólk sem að ílengist, hvað það er sem að heldur þeim. Já. Ég ætla ekki að spyrja kannski dætur þínar sem búa á Bolungarvík. Þær eru hvað? 8-10 ára. Sko þær eru kannski það ungar að það er erfitt að sjá svona fyrir sér hver þeirra framtíð verður og kannski ekki við hæfi heldur að ballalegin það, en ef við tölum þessa kynnslu sem það eru af bara krakkarna sem er með þeim í skóla og kannski þessa kynnsluðu fyrir ofan sem komin í 10. bekk og svona þurfa að fara að taka ákvarðanir hvað að gera hvert eru krakkarnir í Bolungarvík að stefna? Eru stórt hlutfall sem að fer í menntaskóla? Er það þá á Ísafirði? Er stórt hlutfall sem að fyrir háskólanám? Sérðu fyrir þér að helmingurinn af bekkjar félögum dætraðina verði eftir 15 ár á Bolungarvík eða er það 2-3? Hvernig svona myndir gefa okkur tilfinningu fyrir þessu? Þetta er ennblega snúið og þetta er brekkan sem við erum að reyna að ýta steininum upp að gera bæina þess eðlis að börnin velji að vera að koma aftur og koma aftur er frekar markmið en að ílengjast sannarlega af því að hvað, viljum að fyrir bara að mennti sig og svoleiðis og upplifi, kannski allra helst upplifi og fái svona einhvers konar sýn á það að þetta sé allt í lagi líf því að það er mitt vegna þess hvernig kannski umfjöllunum landsbyggðina er og hvernig ákvarðantaka hefur verið að þá situr hún svolítið á hakanum og það er ekki, ég man sjálfur að maður var ekki endilega ég segist alltaf að vera patrisfirðingur og það var ekki sko út af neinu öðru en ögrun það var þannig þegar ég elst það var ekki opnað fyrir eitthvað dyr eða því fannst það ekkert endilega vera mest töff að segja það opnar ennþá dyr að segja störu vestfirðingur og það aftur að siglu Móniku að þú gast verið viss það að þú réðst vestfirðinga í erfiðisvinnu að þeir kláruðu alltaf og það, þú veist, hvað sem þú kýst að kalla það er sigla, það er þrautsegja en það er einnig bara þrælslund það víst einhver sem þarf að klára það víst einhver sem þarf að bjarga þessu verðmætum og ég býstu því að það sé ég og fólk var að hafa það svolítið ágætt og starfmarkaði út á þetta allt svo í framleiðslu og erfiðisvinnu þetta var kannski ekkit endilega komaði langt innan bankakerfisins en það vestfirðingar ekki þekktir fyrir fjármálasnilli en ég held að þetta sé það sem að kannski vill að samanskapi ala upp í stelpunum ekki bara þeim heldur þú veist þeirri kynslóð að það sé meira en bara harka að vera þarna
að það sé einhverjum þetta vegna aðdánavert að búa þarna. Það sé ekki endilega svona val fyrir fallega náttúru, heldur sé önnur lífsgæði líka. Og það svona það sem að ég held að, þú veist, okkar kynslóð sé að reyna að skapa. Og það hefur verið töluvert fólk svona á bilinu 30 til 50 sem hefur flutt tilbaka og er að reyna að búa til sterkari samfélög sem eru meira aðlaðandi fyrir aðra líka utan að komandi að koma. Ég veit ekki hvað gerist og það er erfitt að spá framtíðina. Ég hef ekki getað spáð fyrir daginn í dag fyrir 5 árum, hvað þá eftir þessi 15 ár sem eru þar til dætur mínar eru mögulega búna með nám. Ég veit ekki einu svona hvernig námi mun vera háttað þá. Ég mikilvægi þess, en ég vonast til þess að samfélagið sé nægilega örvandi og gefandi til að þær velja að koma tilbaka. Af hverju? Af hverju skiptir það þið máli að þau komið tilbaka? Það er frábær spurning sem ég vonaðist til að þú myndi spyrja nefnilega. Það skiptir nefnilega einhver máli, en maður getur ekki dæmt nema það sem maður þekkir og ég hef sem sagt reynslu af alls kyns samfélögum. Þetta eru þau sem að henduðu minni karaktertípu rosalega vel, en það er líka karaktertípu mér mótaðist þá líka vegna þess hvernig ég ólst upp og hvar. Þannig að ég veit þetta hendar mér og svo einbeitir maður sér af öllum krafti í það að börnin fái meira en maður sjálfur fékk í æsku að samanskapi. Þannig að það er ekki að fá sama uppeldi og maður sjálfur heldur. Ég veit ekki hvort að vera það sem hendi þeim. Ég er eingöngu að veðja á það sem ég veit að hendaði mér, sem að er skammsýnt. En ég að minnstakosti get þá boðið þeim upp á eina leið sem ég veit að er frekar mjúk fyrir Hrafnalítil. Það er einhvern veginn, þegar við fluttum frá Þingeyri, við vorum þar í 3 ár, þá heyrði ég það frá eldri íbúum að við gætum svo sem gert það ef við vildum, en það væri skelfilegt að við varum að gera börnunum okkar sem voru eitthvað svona 3-5 ára það væri ekki réttlætanlegt að taka þau úr þessari paradís sem að Vestfirðir væru og þetta þorpslíf sem er mjög áhugavert, því að svo fór ég einhvern tímann til Litáen og hitti einhvern prófessor í byggðamálum sem var að tala hversu hræðilegt það væri fyrir börn að alast uppi á litlu stöðum. Af því þau þurftu að vera leika sér með krökkum sem var ekki þeirra jafnaldrar og alls konar svona skelfilegt og það væri ekkert í boði eitthvað svona áhugamál og svoleiðis og ég sagði við hann þannig ég hefði verið það hefði það bara þetta hefur litið á þetta sem ákveðið bara nýðingskap að taka börnin í burtu gagnvart þeim og þetta var bara mjög erfitt samtala því að já, þetta einhvern veginn passaði ekki saman og já, allavega en það er líka einhver stemming sem myndast sem er að það sé svona einhvern veginn í hvert sinn sem einhver kemur þá er það svona 1 stig, hvert sinn sem einhver fer þá er það mínustig, það er eins og það sé svona það sé allir einhvern veginn að náttúrulega enginn sem pælir í því hvort það eru fleiri eða færri í Reykjavík frá ári til árs. Ég gerir ráð fyrir að séu fleiri en það er ekkert endilega það séu eitthvað betra eða í þessu hverfi eða eitthvað þannig. Það er bara enginn að pæli því en það er ofboðslega mikil meðvitund það á þessum stöðum. Eru ykkur að koma og eru ykkur að fara og þetta verður líka svolítið svona fólk er skipt upp í þá sem ætla að vera og það sem ætla ekki að vera. Það tókast á rosalega margt þarna. Já. Og svo að samanskapi ertu skrambans aðkomi maður þar til þú hefur sýnt fram á annað. Já. Það er ekki beinlínis opinn armurinn allstaðar fyrir þessu. Það er mjög misjafnt, ekki satt. Hvernig það er og hvernig þú ert komin inn í samfélagið og hvernig ekki, Já, og það er alveg inn í þetta er ógeðslega flókið. Afsakaður bræði. Já, nei. Þetta var sannarskap ekki versta orðið sem ég hefði getað valið. En í smáþorpunum, eins og á Vestfjörðum, verðum við fyrst að líta á að þarna eru hartnær 30%
sem sagt íbúa í þessum bæjum eru ekki fæddir í bænum, eru aðkomu fólk og ekki bara frá Reykjavík eða Mölinni eða annar staðar, hvað tala nú ekki að norðan, heldur frá öðrum löndum. Það eru 30% með sterkar tengingar til Póllands. Þá er ótalið þeir sem koma frá öðrum löndum og hvað þá Suðaustur-Asíu. Þetta er eitt. Þetta gerir það verkum að gamla heima fólkið það næri ekki að tengjast við þessa utanakomandi að því í uppeldi þeirra þá voru utanakomandi beinlínis fjandsamlegir og það er meiri segja í mínu uppeldi að þá voru sem sagt ég elst upp mitt á Patreksfirði og þegar ég var þar sem barn frá múlingsár og var að koma tilbaka að þá var ávallt talað vini okkar á Bíldudal sem var þá orðið sama sveitafélag Vesturbyggð og svo var það illmennin eða vilsingarnir í Smugunni sem var þá sveitafélagin á milli sem ekki kaus að saminast, sem var Tálknafjörður. Þannig að tengingar yfir á næsta fjörð, Tálknafjörð, voru ekki endilega góðar og þetta er korter að keyra á milli. Þetta er galið, en svona er smöður upp, þannig að það var alltaf vilsingarnir í næsta bæ, en þetta er að samanskapi, þetta er alþjóðlegt fyrirbrigði, sama í hvaða krummaskuð ég fór, að þá gátu þeir alltaf bent mér á þann bæinn við hliðina sem væri vestur, þar væri vestafólkið. Og það vont fólk að þeir færi ekki inn sniðanga til að versla í matinn og þetta hefur minnkað og eins og Vestfirðir núna þá er kannski fyrsta kynslóðin að alast upp þar sem að Vestfirðir eru eitt svæði en ekki 2 hið minnsta vegna ófærðar og einangrunar og það er fallegt, ég sé að þessi börn þekkjast, þau eru að tengjast gegnum skólaviðburði og íþróttaviðburði milli norður og suðurfjarða, þau eru að koma og fara og eiga, þú veist, og ég veit meira sér í gagnfræðaskóla sem sagt krakka í Bolungarvík sem eru í miklum samskiptum við krakka frá Patreksfirði út af íþróttaátíð, mjög skemmtilegt. Þá erum við komin í hitt sem er svona oft talað fyrir unga fólkið, það er tómstundir og mikið sem maður heyri það sem er raunverulegt eitthvað sem situr í fólki, það getur ekki boðið börnana sem upp á þetta og hitt sko. Er þetta skiptir þetta máli? Ég meina, þú veist, ok, ef það er júdó þá fara það bara allir í júdó, þess þarf það að vera líka til taekwondo og þú veist, og ballett er ekki bara ná að sé eitthvað, skilur þau? Mínum huga er það nóg, jú út frá öllu, þú veist, það er ákveðlega mikil minnihluti hvort það er Reykjavík eða út á landsbyggðinni af börnum sem fara í fótbolta sem endar raunverulega sem fótbolta atvinnumenn að samanskapi þekki rosalega fáa íshokkí atvinnumenn þrátt fyrir það sé í boði Reykjavík. Þetta þarf ekki alltaf að vera í boði, það voru að næst þetta sé í boði en við erum kannski alveg svona pínu á eyðslufyllir í ennþá þar til, eða frá því síðan eftir seinna stríð að við erum ennþá að verða siðmynduð þjóð og það er rosalega gaman að allt sé í boði og þetta er alveg átakanlegt ofta tíðum að sjá hvernig trendin, ef svo skal segja, taka yfir líf fólks. Nei, það er svona í fúlustu alvöru að þá er kannski, þú veist, öllum að afgera og börnin þurfa ekki að hafa val 10 tómstundir. Það er algjörlega sturlað og gerir þeim ekki einu svona gott, held ég, en hvað veit ég? En þetta er ákveðin barata að bjóða upp á eitthvað fyrir börnin og halda jólaball og einhvern tímann varst þú eitthvað vasast í rafíþróttum? Heldur betur, já. Alls ekki eina íþróttafélagið sem ég hef stofnað verandi í landsbyggðinni. En sko en það er akkurat þetta með, þú veist, þú færð hlutverk, þú flytur í bæinn og þú ert kannski bara besti skylmingamæðurinn í bænum og það var sjálfsagt að þú haldir skylminganámskeið. Já. Það var ekki svo að segja að ég væri bestur í Fortnite en það var þessi áköllun á þetta frá krökkunum. Þau voru mynd að koma og tala kannski við fransískinni, vini og sískinni sem byggu í stærri samfélögum og þau voru að lenda í því að það var ekki að allir voru farnir að æfa rafíþróttir allt í einu og þú veist mikið talað þetta og þetta hefur ýmislegt til síns ágætis, bara mjög mikið og þannig að það voru stofnur rafíþróttafélag fyrir vestan og svo sett, það gekk bara flott. Ókosturinn er að aftur, þú veist, hæfileikalögin er kannski fyrir heldur grunn, ekki hjá börnunum, við höfum frambærilega spilara og heldur hjá þjálfurunum. Þetta stoppaði á því að við vorum ekki nægilega mörg sem gátu sett tíma
í að þjálfa þarna. Við höfum ekki næga kunnáttu af því að ég elst ekki upp í rafíþróttum. Það var ekki til. Það var svona, allt svo rafíþróttir voru sannlega til, en þetta var ekki sem skipuleg íþróttagrein. Öllum börnum hollt að vera skipulegar íþróttir, sama hvað það er. En aftur, það þarf ekki að vera allar íþróttirnar. Þú þarft ekki að prófa allt. Ég held að mitt með þetta að þá sé kannski hættan í smáþorpinu þessi að maður að smurja sér of þundi of margt og það sést í smábæðunum það sem að koma öflugir einstaklingar eins og þú og konan þegar þið komið til þingara þið voru komið með 17 mismunandi hatta og sem þið þurftu bara að bera öllum stundum og það var kannski líka þessi gamla tenging við að þú varst skylmingarnar og þú varst blábangarnar og þú varst þetta hitt og þetta þegar þú barst hattana og það var ekki hægt að aftengja þig þeim. Það er svolítið merkilegt, já, þessar skylmingar hafa nú bara verið kannski ykkur 3 mánuði eitthvað svoleiðis að það er það sem að unga fólki man eftir mér, sko. Já. Það man ekki eftir þessu blábankardóti náttúrulega, skiljanlega. Já, ómögulegt fyrir börn að tengja. Já, það er skylmingarþjálfarinn. Já, við búið. Já. Þetta er samt, sko, þetta hérna erum við stættir í Hafnarhás sem er svona hálfgert þorp 300 manna það sem að sumir eru rosalega virkir að búa til alls konar í dag var ég á einhverju vinnustofu að maður setja sér markmið sem einhver bara hélt bjóð til og svo er einhver sem eru með kaffi sölu og svo er aðrir að elda mat og svona og reyna að halda upp í einhverju svona lífi og fjöri og þjónustu og eitthvað sem var að fara fólk til þess að hittast og tengjast og meira sé að var fólk sem hélt aðfangadagskvöld bara. Já. Bara fólk sem er fjarri heimahögum og svona sko. Okay. En það er voða svipað dýnamík oft í og þessum smærri stöðum sem að þú og Sigmundur og Monika er að lýsa. Það er einhvern veginn það útheimtir einhvern veginn það er aldrei nóg gert og alltaf eitthvað meira að gera og það er ekkert allir sem er að taka þátt alltaf þetta hvílir mjög mikið á herðum kannski mjög fárra einstaklinga sérstaklega þar kynslóðar skiptin eigðis ekki stað þú veist vantar ykkur að kafla í þetta sko óhjákvæmilega og ég held að sko prósentan sé mögulega hærri hér innanhús heldur en í hefðbundi þorpi af þeim sem að annars vera leiða og hinna sem eru farþegar. Hérna innanhús? Já. Kannski ekkert endilega. En, já. Það er áhugavert sko. Þetta er nú miðstöð skapandi greina það saman skapi. Það á að vera að búa frumlegt fólk og skapandi sko. En það er samt bara mjög misjátt sko. Já. Og En þetta er alveg, þú veist, ég var nú einhvern tímann með tölur yfir það sem að ég taldi þetta í mjög mörgum af þessu þorpum sem ég var að vinna með að hve margir væru, sem sagt, framkvæmda fólk versus farþegar og liðsmenn versus farþegar er kannski betra að segja og það eru mjög fáir og þegar við lifum á tímum sko samkeppnis og starfmarkaði að þá eru þeir sem að leiða ávallt eftirsóttir og ekki bara í smáþorpinu heldur ef þú ert framúrskarandi í því sem þú gerir sem oftast á tíðum þetta fólk að þá eru þau að samanskapi eftirsótt í stóra samhenginu eins og hér og geta gengið inn í ágæti störf oft á tíðum í sínu felti fyrir meiri laun og kannski stærri áskoranir en einnig ekki stanslausa krítik því að ég, hef alveg, gert allskins í mínum samfélögum og eins og Sigmund Fríðar, stórvin okkar sem að, er potturinn og pannan í gríðarlega mörgu í sínu samfélagi og hefur verið í áratugi ásamt því að reka fyrirtæki og ásamt því að gera ýmislegt annað og hlaupa alltaf undir bagga með öðrum. Gríðarlegur máttastólpi samfélags en maður eins og hann hefði spjarað sig allstaðar vel. Það vill bara til að sum okkar og ég þar með talin plumma okkur betur kannski í litlu tjörninni vegna þess að þrátt fyrir að ég
hafi og muni seinna pluma mig vel í stærra samingi að þá hlutverk mitt mun skýrara þarna. Hvernig þá? Skýrara hvert hlutverkið þarna? Ég með mörg skýrari hlutverk en hlutverk mitt sem einhver sem reiðubúin að aðstoða og ég bara svo þakkláttur fyrir að geta lifað í þannig samfélagi líka að það sé raunverulega þörf fyrir það það sannlega í stærra samhenginu hér en glerþakið kannski lægra í litla þorpinu, það auðveldar að vera dúur í smábænum heldur en í Reykjavík til dæmis. Já, sko nú veit ég ekki hversu mikill dúer ég en náttúrulega á eins og til dæmis Þingari þessi 3 ár sem ég var þar, ég meina þá var verið að reyna að fá mig í alls konar allt frá að vera í slökkviliðinu til ritstýra einhverju blaði eða stundum fattaði ekki eins og þegar ég var að biðja mig eitthvað, mér fannst það svo fjarstæðukend en það var endalist að biðja mann eitthvað sko. Það ekkert þannig í Reykjavík, það ekkert alltaf verið að veist ég veit það fólk ekkert að pæla í því hvað ég að gera af og til skilur en það ekki þannig að því bara endalist vandi eitthvað almannavarnir sé bara klórast í hausnum hvernig þetta kostur og gallar þú veist, þetta hefur þetta samanskapi aftur þú veist vísaði til það sem ég sagði áður að það hollt að vita sitt hlutverk það hollt að vita að maður geti gert gagn og það hollt að bera ábyrgð það hollt að bera þá byrði sem maður varla veldur. En það áhugavert að því að sko það hér innan í þessu litla þorpi sem að Hafnarháls þó að sé í miðbænum þar fólk sem að nú hef ég verið að vinna hérna og það fólk sem alltaf einhvern veginn reiðubúið og mætir einhvern veginn alltaf og að sinna sínu hlutverki sem bara orðið óopinbert hlutverk þeirra. Já. Og þetta svona fólk sem að maður getur eiginlega ekki sagt nei við út af því hvað þau eru búin að leggja mikið inn. Og þetta rosalega áhugavert að mörgu leyti þá hef ég verið svolítið að velta fyrir mér svona, þú veist, getur verið að okkur vanti meira af þessari dýnamík í borgina að fólk skorti svolítið að finna fyrir því að það hefur hlutverk og það beri ábyrgð og stígi inn í eitthvað þú veist nú bý ég í einhverjum svona húsa kassa með einhverjum garði inn í og allir horfa inn í þennan garð það ekki neitt þú veist það ekkert kakó á jólunum eða sumardaginn fyrsta ekki einhver fótboltaleikur hjá krökkunum skilur við það ekkert engin tengsl. Nei, það áhuga þú veist það fólk bara einhverja kennitölur í þjóðskrá sko. Já. Þeir eru klísjaði þetta hverstir, já. En þú veist, þarna þú veist, þetta sem þú ert að lýsa klárlega, þú veist, vottur af samfélagi. Þetta samfélag fólk sem býr við sama garðinn. Þið deilið öll glugga sem klikkað. En þið meðvitað að gera eitthvað í því? Þú veist, einhver sem tekur að skarið ef bara væri til lausn? Það var til einhver Facebook-grúppa og ég hafði upp á henni, hún ekki voru að posta í henni í 6 ár sko og ég reyndi að fá að vera admin yfir henni og það var einhver kona sem ætlaði að gefa mér admin aðganginn en svo ætlaði hann eitthvað aðeins að pæla í þessu og svo heyrði aldrei frá henni sko. Þannig að það hluta til þetta líka því að við erum svona overselt þessum samfélagsmiðlum. Við getum ekki talað saman sko. Ég hefði ekki getað farið með miða og sett í hús. Já. Mér svo væntum hvað þið finnst það mikið aðhaldurinn. Það það. Þetta alveg fullkomlega legit, ég veit það í smærri stöðum að labbum og selja miða á ball eða eitthvað svoleiðis. En þetta absúrt að gera það, ljósita eitthvað miða og segja nú verður jólaskemmtun í þessum garði. Já. Ætlum að gera heitt kakó og öll börn velkomin. Myndirðu mæta ef þessi miði kemur núna? Já. En samt líka sko maður svo ásetinn af alls konar. Það líka. Það svo margt í boði. Það svo margt í boði og það þarf ekki að vera svona. Og það tekur enginn eftir því þá maður mæti ekki sko. Ég veit það. Ekki fyrstu skiptin.
en svo með allt annað að þá myndur þú taka eftir í þegar að þú veist maðurinn í 47B mætir ekki í fjórðuskemmtunina og þannig þá ertu komið með samfélag þar sem þið berið tilfinningar til hvers annars og þið hafið hlutverk. Hann sá sem mætti með ógeðslega vondu piparkökurnar. En málið líka það að sko þetta þetta til líka í það eru foreldrafélög og það eru eitthvað gegnum skólana og eitthvað svona og það óbærslega erfitt ofta að halda í við þetta og mæta á allt og svona sko og einhver leiti þá líka hefur maður ekki þess sameiginlegu örlög með fólkinu. Maður veit pínlítið að fólk bara þetta eitthvað svona nokkur ár þar sem maður deilir með þeim því að við séum börnin okkar séu í sama skóla en þú veist, svo flytur fólk tilbaka til Holland og þetta bara, já, þú ert ekki í sama mengi á sama hátt eins og þegar þið búið öll bara á staða sem gæti bara lokast þú veist, það getur bara lokast inni á morgun. Nei, kannski ekki, en þú veist, en þetta þarf ekki alltaf að vera til eilíðar og ég held að í smáþorpinu séu allir meðvitaðir það. Þess vegna samt valið og það auðveldast aftur, þetta nauðvörn að skipa sér á bakvið sama flaggið öllsumul, jafnvel frá fyrsta degi. Við erum breiðdælingar, eða við erum þetta hitt, eða við erum fólkið í Njálsgötu á þessum tíma hér og nú. Fólk kemur og fólk fer en flaggið áfram til staðar og það kannski það sem á að vera nóg. Það vantar eitthvað identity fyrir Njálsgötuna, skilur það samt. Já, ok. Ég veit ekki, drekinn. Það ekki eins og við Njálsgötu. Ég veit það ekki. Nei, bara nákvæmlega þetta. Það ekkert svingin í Njálsgötu. Ekki frekar en aðrar götur þarna, svo sem vitastígur kannski trónir uppi. Besti stígurinn, bara út að vita bara. En þú veist, aftur, ég hef búið í Njálsgötu einnig og það var því ég var yngri og kannski kunni ekki að meta sem hluti heldur. En ég held að ég myndi alveg kunna meta að búa í svona borgarsamfélagi að sama skapi. Það þyrfti bara, ég þyrfti að finna flötinn. Ég tilheyri samt alveg fullt af samfélögum sem ekki bundin við staði og ég held að við öll gerum það og það einnig kannski ofgnótt, það kannski bara of mikið af þeim. Man ekki að investa nægum tíma. Ég satt mitt í matabúðinu þar sem að ég flissaði yfir sánusækni Reykvíkinga að þá eða gusugirni, ég get aldrei svona fram. Já, nú ég Reykvíkingur, ég ekkert pælið í þessum gusum sko. Ég hef reyndar heyrt þetta. Já, þetta skal ég aðtöðu þetta er mjög næst ef ég heyrt. En þarna spurðu bara næsta mann, hann hefur frá einhver að segja. En þarna það var hópur fólks sem þarna satt með börnin sín, borðaði jólamat, kaldan að það var hópur sem myndaðist út frá samfélagi tónleikagesta fyrir örugglega 25 árum. Bara lítið samfélag sem meira segja frá því sjálf að þau einkenni sig sem hópin sem var alltaf á spjallborðinu Tablan sem var svona kringum tónlistarsenna á sínum tíma. Þetta eru krakkar sem postuðu saman á yrkinu og það geggjað. Það geggjað og ég velti fyrir mér hvort að þetta sé eitthvað sem að gerist í dag. Já. Einhver nú eru börn og nú eru ungt fólk ekki á Facebook en einhverjir hópar inn á TikTok sem að fólk myndi eftir 20 ár vera að hittast og tala gusur af því það voru allir followa sama TikTok gurnum, já. Örugglega. Já, og vonandi. Ég vona það. En þú veist, það akkurat kannski líka sem að þetta hættulega við samfélagsmiðluna sem eru morðin greiðlega háð. Facebook hefur þann kostinn að það var auðvelt að búa til samfélagar. En það samfélagsmiðlar. En ekki allir þessi miðlar sem börn að nota eru þess eðlis. TikTok eitt af því, það ekki hópar. Þú ert ekki með fleirum að upplifa það sama, lesa það sama eða gera það sama. Það verður ekki til einhvern veginn samfélag án staðsetning. Þetta ultra einstaklingsmiðað. Óheyrilega. Og á sama tíma hversu óurlega stuttar lúpur þetta eru. Ég að upplifa það sjálfur að bara eins og allir, þá ég orðin rosalega vanur stuttum litlum gagnapökum og ég næ ekki að halda athygli á lengri. Ég orðið erfitt með að
þetta sniðu. Sko, það einhver sem ennþá að horfa, þá var þetta ekki við þá. Nei. Þetta klukkutíma hjá okkur. Nei. Já. Nákvæmlega, fyrstu 5 mínúturnar voru leiðilegar en nú fyrst verður þetta leiðilegt. En sko, nei, ég gat ekki setið og lesið bók lengur. Af því að ég hættur að geta vegna þess hversu brjálæðislega skammuvind og einstaklismiða hittarasliðir. Þetta einhver leiti smá svona equalizer á milli krakka í stórum stöðum og smáum stöðum. Að þau getum haft ágjör af einhverjum balletttímum eða eitthvað svoleiðis en ef þau eru bara hvort þau eru á TikTok skiptir ekki máli hvort þau gerir það á Bíldudal eða Breiðholti. Ég veit það. Og það líka það sem maður upplýðir sem skrítið þarna á og það kannski eitthvað sem heldur ekki nýtt endilega að þessi færsla á tungumálinu yfir í sem sagt bara memes bókstaflega að þau deila minningum, sameiginlegum minningum einhver tímabil þar sem einhver memes voru alls ráðandi eins og 6-7 okkar kynslók þekkir sömu dæmi, við gengum alveg með hettupeysuna yfir hausinn og sögðu ég Cornholio og þetta hefur alltaf verið ógeðslega fyndið varstu bara að gleyma sig? Já, ég sagði nei, ég var kert þetta, jú, nú man ég eftir. Þú varst líka Cornholio, þú þurftir TP for your bunghole en sko núna þau bara í hverti sínu horni en þau geta jafnvel setið saman í sófanum en verið enga síður algjörlega í singurum heiminum þó þau séu að horfa það sama þetta rosalega áhugavert og ógurlega hættulegt kannski öðru fremur til að drepa niður samfélögin. Já, þetta verður það að loka, ég held að það er mjög skemmtilegt en fólk hefur ekki það er ekki athygline í að hlusta á þetta held ég sko. Nei. En við skellum þessi eitthvað svona reels og reynum að gera eitt fyrir gott mím úr þessu fyrir ekki memi úr þessu. Glæsilegt, kæra þakkir fyrir komuna. Nei, takk að þér. Þetta var já, það kemur eftir sko. Já.